Við erum komin hérna til Mette og Gísla og Þúfum, Skagafirði, rétt hjá Hólum. Komið sæl. Sæl. Sitjum hérna inn í ofsalega fallegri reiðhöll. Og þetta orðið greinilega töluvert svona mikil uppbygging hérna hjá ykkur. Þetta orðið glæsilegt. Takk. Er þið ekki orðin sátt við aðstöðuna? Mjög sátt við þetta. Það eina sem eftir að tekna upp gerði og hólfi í kring. Það ekki komist í verk ennþá. Nei. Náðist ekki fyrir haust. Já. Þannig en þetta orðið mjög þægilegt. Já, ekki ímyndum með það. Það fyrir alvöru ekki fyrir undir 2000 kannski. Já, það er spurning hvenær maður byrja, sko. Fyrsta fólaldið sem að ég eignast, það er hérna Baldvin frá Stangarholti. Það er sem að fæðist og svo upp úr því bara koma fólaldin undan Lignu sem er svona aðal rissan okkar, sko. Já. Koma eiginlega í röð bara eftir það. Já. Baldvin fyrst og svo kemur Logasonur sem að heitir Leikur sem að fór út til Þýskalands og eða Austurríkis og var búinn að gera það gott að keppni þar og svo kemur líklega Kilja. Já. Og svo Háttur og Hnakki, það ekki? Já. Þannig að það er svona að koma í röð eftir það undan henni, sko. Já. Og svo undan hennar dætrum Kilju og Kyrð sem að vera svona rétt byrjuð að temja núna. Já. Það er svona að áfjórða var fyrsta undan Kilju og undan Kyrð líka. Þannig að það er svona út af og undan Lignu sem að er svona aðal hrossin eru, sko. Hún hefur verið að gefa ykkur alveg svakalega gott. Hún hefur verið að gefa alveg rosalega góða keppnishesta og farið mjög hátt í kynbátadóm líka. Já. Undan henni. Já. Nákvæmlega. Og þú, Gísli, þú ætti nú eitthvað í hérna að búa til meira eins og Álfadísi og þá línu? Já. Náttúrulega undan Grýlu sem er frá Stangarholti og Kolfinnsdóttir. Það var náttúrulega búin til í Stangarholti og í rauninni hún er fædd í Stangarholti, Álfadís. Já. Hún var breytt þegar Ólíl fór söður, þá breytt hún í tjandana við Selfoss. Já. Fór Vetugömmul. Já. Þannig að, já. Það var svona sameiginleg ákvörðun náttúrulega að halda Grýlu undir Adam á sinn tíma. Já. Grýla var svo mikið viljug og Adam latur og það átti að búa til svona draumablöndu. Já, og heppnaðist. Já, heppnaðist. Já. Hafið þið eitthvað verið að sækja í þetta blóð? Aftur, hafið þið notað mikið álf og... Það er til fjárhættra hrissa undan Lignu og Álfi. Já. Heiti Grýla. Það heiti Grýla. Já. Og hún að fara í ræktun þá væntanlega eða... Já, ég reikna með því. Það er mjög skemmtileg hrissa, efnileg. Já. Stór og myndarleg, svona hreyfingamikil. Já. Og nú hefur þú Mette verið ósvöldlega mikið á Hólum að kenna og svoleiðis. Já. Hvernig gengur svona saman að þetta stórt bú sem greinilega er og þetta miklu kennslu? Þetta fer þetta vel saman? Já, þetta fer eiginlega vel saman, sko. Ég held að maður græður á því að, hvað maður að segja, það er sko, vinnutíminn á Hólum er þannig að það er náttúrulega álagspunktar, þar sem að vinnu kannski svolítið mikið þar, og svo er tímabil þar sem er aðeins minna að gera, og þá get ég eitt meira tíma hérna, það er nú eins og flestir held ég tamningamenn að þetta er ekki 8 tíma vinnudagur, sko. Nei, það er svolítið lengri. Þetta er svolítið lengri vinnudagur, þannig að það er svona örugglega allan jafnan 12 tíma vinnudagur, myndi ég að halda svona, og svo náttúrulega miklu lengri þegar eru álagspunktar eins og áorinn og svoleiðis. Já. En það er nú bara forréttindi held ég að fá að vinna við það sem er áhugamálið og svolítið óljóst hvar skilin eru. Já. Hvenær er maður í vinnunni og hvenær er maður að sinna áhugamálunum sínum. Já, já. Og sjálfsagt eins og bændur líka, það er líka, flesti bændur hafa einlega búið sitt sem áhugamál. Já. Þannig að það er einlega svolítið svipað held ég, sko. Já, það er sjaldan bara tærnarsettur upp í loft, það er alltaf... Já. En þú Gísli, þú stendur það á vaktina hérna, er það ekki? Og þið eru með starfsfólk með ykkur venjulega?
Já, voru 4 hérna með okkur í vetur, held ég. Já. Þegar flest var allavega, 3 aðna vetur, Já. 4 voru mest var. Þannig að það róast ekki þó Metti sé farin. Er betra að vinna hérna þegar Metti er eða þegar hún er? Nei, þetta sé nú þannig léttara þegar hún er heima. Já. Það oftast. Já, nákvæmlega. Og nú hafið þið verið eins og með, maður tekur eftir því mörg hrossabú eru, þetta er hugað sem er Nokka og Hátta, hann er náttúrulega ræktari við ykkur og Taminn og þjálfaðar og mörg hrossabú í svona rekstri væru nú búin að selja þessa hesta. En hérna... Þeir tveir eru nú svona mitt áhuga mál sko, svolítið og hefur verið líka með Líknu svona þau hennar afkvæmi hafa verið svona eiginlega mín svona hálfgerð kannski leikföng þar sem maður getur lyft sér að eiga þau svolítinn tíma. Já. Og ég heldur aldrei flýtt mér með neitt undan henni sko, það er nú eiginlega bara Nokki sem er sýndur 4 vetra. Já. Hinn hafa verið yfirleitt sýnd 5 vetra. Já. Flest held ég undan henni hafa verið sýnd fyrst 5 vetra. Já. Þannig að það er svona og ég leiði mig nú með Kilju að halda áfram að hana þangað til hún var 8-9 vetra, maður ekki alveg, 9 vetra. Og þeir eru orðnir eitthvað svoleiðis núna þessir sko. Og er nú svona stefnan að halda bara áfram að bara mín vegna að geta, að þegar maður er svo oft, ef maður er með hesta í þjálfun fyrir aðra, þá er maður kannski með hestinn 1 vetur, 2 vetur, kannski 3 ef maður er heppinn. En mann er vant að reynslu í að vera með hest svolítið lengur sko. Og geta verið með hann alveg frá upphafi eins og með þessa 2 sko, búin að vera með náttúrulega tamdið á sjálf og hef verið með á alveg og verið að taka afleiðingarnar af því mistökunum sem maður gerir og reyna að laga og bæta sig til þess að laga það. Ég hugsa að flestum langar þetta en kannski fáir leyfa sér. Oft eru peningasjónarmiðir sem að koma það inn í ykkur staðar þegar þarf að selja, þegar það fyrir að vera gaman. Já, maður verður nú líka að reyna að meta það auðvitað stundum þörmar og eins og með Baldvin, hann seldum við bara akkurat þegar við keyptum jörðina hérna og það bara varð að gera það. Og fleiri hesta þarna á þeim tíma sem við þurftum þá að selja sko, til þess að geta eignast og það er sjálfsagt náttúrulega var sama með þegar við fórum að byggja hérna, þá þarf maður að selja eitthvað. En ég held að ef mér finnst allavega ef maður er í þessu svona sínu áhugamáli þá verður maður líka, það er ákveðin verðmæti að geta leyft sér að gera eitthvað svoleiðis. Að geta átt hestana sem maður er hrifinn af svolítið lengra tíma. Þessir 2 hafa bara svona svolítið verið settir út fyrir sviga, þeir hafa bara aldrei verið falir. Þannig að það hafa alltaf verið bara, þeir hafa ekkert vel inn í. Ekkert boðnir til sölu. Og verða kannski ekki eða? Ég hugsa endur með því kannski gefið sér með það. Heldur að hún fáir ykkur tíma leið á þeim? Ég hef nú sagt það að ég ætla aldrei að selja það sko. En svo náttúrulega veit maður ekki hvað maður gerir en það er svolítið, þegar maður er komin svona búin að þjálfa hestana svolítið lengi þá langar manni kannski svona til þess að vita líka hvernig framhaldi verður. Já. Erum við að fá sem sagt mikið meira af ungu fólki, efnum fólki að koma núna hóla heldur en áður? Eða hvernig hefur þú séð? Nú ertu búin að vera í nokkuð mörg ár og hefur svona getað fylgst með þeim þegar þau eru að koma inn. 10 ár. Já. Það er alveg greinlegt að það koma alltaf betri og betri krakkar inn í skólan sko, vanari og vanari krakkar og meiri menntaði sko, kunna meira. Já.